Ég heiti Viðar og kenni eðlisfræði við Flensborg. Í dag ætla ég að sýna þér öreindahvörf og reyndar hvörf annarra einda, svona mjög smárra einda. Og þær rekast stundum saman í annarkvort sem geimgeislar eða í tilraunastofum í hröðlum. Og þá geta þessi hvörf ekki átt sér stað nema vissum skilyrði sé fullnægt, og til dæmis þá þarf massi hvarf eindanna að vera meiri en massi myndeindanna, nema það sem tekið fram að orkan í árekstrinum sé nægileg til að hvarfi geti átt sér stað. Það eru önnur varðveislulögmál sem að þurfa að gilda. Til dæmis þarf rafhleðslan að vera svo sama í hvarfefnum og myndeindum, og við vitum að rafeind og jáeind, róteind og andróteindin, píeindin, mýeindin og fleiri eindir hafa hleðslu. Og svo kallar barjónatala, hún þarf líka að vera í lagi. Barjónir eru þessar samsettu eindir úr 3 kvörkum eins og róteind og nifteind og lambdaeind og sigmaeind. Leptónutalan, hún þarf líka að vera í lagi, og leptónurnar, það eru rafeindin, mýeindin og táeindin. Og síðan kemur þessi tala hérna, skrýtni. Það flestar eindir hafa skrýtnina 0, en k-eindin og lambdaeindin og sigmaeindin eru meðal þeirra sem hafa skrýtnina 1, og andeindirnar hafa þá skrýtnina -1. Og í sýnidæminu að skoða hvernig þarf að klára þessa hérna hvarfajöfnum til þess að hún standist. Og hér erum við með pi -1, við erum með róteind, við erum með k0-eind, og við fáum að vita að barjónatalan fyrir þessar eindir, leptónutalan, skrýtnin, þetta allt saman uppgefið, og við getum farið í töflu til þess að finna massana. Þannig að við skulum byrja á því að skoða hvernig með barjónatöluna. Og þá höfum við að pi -eindin hefur barjónatöluna 0, og að róteindin barjón, þannig að hún hefur barjónatöluna 1. Og tekum á því hvað á þetta verða. Barjónatalan fyrir k-eindina, hún 0, svo að óþekkta-talan okkar þarf að hafa barjónatölu sem sama sem 1. Í leptónufjöldanum þá eru nú með pi-eindina sem að ekki leptóna, svo að þar höfum við 0 fyrir róteindina, það heldur ekki leptóna, svo þar eru 0, og k-eindin, hún með leptónutöluna 0 líka, og þá kemur að óþekkta eindin okkar, hún þarf að hafa leptónutöluna 0. Hérna skulum við kíkja líka á rafhleðsluna, og þar erum við með að pi -eindin hefur rafhleðsluna -1, róteindin hefur rafhleðsluna +1, og þetta fyrir í hvarf með k-óninni sem hefur hleðsluna 0, og það þýðir að hleðslan á okkar óþekktu eind þarf líka að vera 0. Og þá skulum við kíkja á skrýtnina. Skrýtnin, hún gefin upp hérna að vera 0 fyrir pi -eindina. Fyrir róteindina skrýtnin líka 0, en fyrir k-eindina skrýtnin 1. Þannig að skrýtnin sem við erum að leita að, hún þarf að vera -1 til þetta standist alls saman. Og þá förum við sem sagt í töflu og finnum hvaða eind það sem hefur þessa hérna eiginleika. Og þær nú svo sem nokkrar, en það sem við sjáum fyrst að þetta
getur verið lambda-eindin. Lambda, þetta er stóra gríska lambda, það er eins og A sem vantar strikið í. Nú, eða þetta gæti verið sigma-eindin. En það er þá líka sigma-0-eindin, af því að þetta er á hlaðið. Við skulum kíkja hérna á dæmi 4328. Þar erum við með my plus eindina sem að breytist yfir í já-eind og fis-eind my-eindarinnar. Og við skulum byrja á því að skoða hvort að massin er í lagi. Og þá höfum við að massi my-eindarinnar er 105,7 og massi já-eindarinnar 0,511 en massi fis-eindarinnar hann er bara 0 og við munum að þetta er hérna í einingunni megarafeindavolt á ljóshraða í öðru veldi til þess að hafa þetta nú í einingunni kílógramm. Svo þetta er nú í lagi. Í annan stað skulum við kíkja hérna á barjónatöluna og þar höfum við að barjónatala fyrir my plus eindina er 0 en fyrir rafeindina 0 líka og fyrir fis-eindina 0 líka. Leptónutalan fyrir þetta my plus eindin hún hefur leptónunúmerið þegar töluna 0 já-eindin hún er með leptónutöluna mínus 1 munum það að rafeind hefur leptónutöluna plus 1 en já-eindin sem er þá andeind hún hefur mínus 1 í leptónutölu. Fis-eindin er með leptónutöluna 0 svo þetta stenst nú ekki. Hvað með rafhleðsluna? Þar erum við með my-eindina greinilega í plus 1 já-eindina í plus 1 og fis-eindin hefur enga rafhleðslu svo það er 0. Skrýtnin, hvað með hana? Nú, það er nú stutt frá því að segja að það eru flestar eindir með skrýtnina 0 og í þessu tilfelli er það my plus eindin með skrýtnina 0 og rafeindin með skrýtnina 0 og fis-eindin líka með skrýtnina 0. Nú, hvað með okkar loka svar? Það verður nefnilega það að þetta stenst ekki af því að leptónufjöldin hann er bara ekki réttur. Við verðum að henda þessu burtu. Þá skulum við kíkja hérna á seinna hvarfið. Hér er róteind. Hún er að breytast yfir í nifteind og eina já-eind og svo fis-eind já-eindarinnar. Og við skulum byrja á því að skoða massan. Róteindin hefur massan 938,3 megarafeindavolt á ljóshraða í öðru veldi. Hún er að breytast yfir í nifteindina sem er 939,6 og rafeindin 0,511 og fis-eindin með 0, svo þetta stenst nú ekki. Það er hvað fleira í þessu, barjónin. Þá erum við með róteindina, það er barjón. Nifteindin, hún er líka barjón, svo það er hvort tveggja einn á það. Hér kemur svo rafeindir sem er öreind og ekki barjón. Barjón er nefnilega það sem er samsett úr tveimur kvarkum, þetta stenst. Hvað með leptónurnar? Leptónunúmerið. Þá erum við með róteindina, hún er ekki leptóna og nifteindin ekki heldur leptóna en rafeindin, eða já-eindin, hún er leptóna
og af því að rafeind hefur leptónunúmerið 1, þá hefur jáeindin leptónunúmerið -1. Og svo kemur hérna fiseindin. Hún hefur leptónunúmerið 1 líka. Og þetta stenst. Hér síðan hleðslan, rafhleðslan. Þá höfum við að róteindin með +1, nifteindin með hleðsluna 0, jáeindin með hleðsluna 1, en fiseindin með hleðsluna 0. Og að lokum skulum við skoða skrýtnina. Þar skrýtnin í róteindinni 0, skrýtnin í nifteindinni líka 0, jáeindin hefur skrýtnina 0 og fiseindin skrýtnina 0. Nú, en þetta samt kom í ljós, þetta stenst ekki. Og ástæðan svo að það massinn sem of mikill í myndeindunum. Svo þetta eyðileggur þetta. Núna kanntu nógu mikið til þess að fara að æfa þig á æfingadæmunum og hér eru 4 dæmi sem þú ættir að kynna þér vel að því að 2 þeirra koma lítið breytt í næsta örprófi. Gangi þér vel.